Góða kvöldi og velkomin í Lindakirkju. Það kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarsson sem leiðir sönginn í kvöld að þið taki endilega vel undir. Vers vikunar úr Daniel. Við biðjum þig í auðmýkt, ekki vegna verðskuldunar vor sjálfra, heldur í trausti mikillar miskunnar þinnar. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú Drottinn Jesús frelsar minn, þú heilagi andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir í Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Standing in
Drottinn miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Dýrð sé Guð í upphæðum Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Fyrri ritningalesturinn úr Jeremía og hljóðar svo. Svo segir Drottinn, hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni, hinn sterki hrósi sér ekki af afli sínu og hinn ríki hrósi sér ekki af auði sínum. Nei, sá sem vill hrósi sér af því að hann sé hygginn og þekki mig. Því að ég Drottinn iðka miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni, á því hef ég velþóknun, segir Drottinn. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalesturinn úr fyrra Korintubréfi. Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir, en einn fær sigurlaun. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sér hver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en við óforgengilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ég aga líkama minn og geri hann að þræli mínum til þess að ég sem hef predikað fyrir öðrum skuli ekki reynast óhæfur. Og þannig hljóðar hið heilaga orð.
Þá með þið rísa fætur sem þið auðvelt með og heyrum heilagt Guðspjall. Jesús sagði þessa dæmisögu. Líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í víngarð sinn. Hann samdi við verkamennum denar í daglaun og sendi þá í víngarð sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá: farið þið einnig í víngarðinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nón og gerði sem fyrr. Og á 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá: hví hímið þið hér iðjulausir allan daginn? Þeir svara: enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við þá: farið þið einnig í víngarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi víngarðsins við verkstjóra sinn: kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu þeir hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu: þessir síðustu hafa aðeins unnið 1 stund og þú gerir þá jafna okkur, höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði þá við einn þeirra: vinur, ekki geri ég þér rangt til. Sömdum við ekki 1 denar? Taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Eins og ég hef margoft sagt þá þykir okkur mjög gaman að syngja okkar eigin tónlist hérna í Lindakirkju. Við erum rík af höfundum og Áslaugar nú eitt lag sem við syngjum eftir og fyrsta lagi var nú ekki kannski eftir okkur og vin okkar, Friðrik Karlsson, Allt eða ekkert, sem með nýjum texta, Jesús Kristur svarið mitt, og svo núna ætlum við að flytja lag eftir hann Stefán Birkisson sem þarna í kórnum og stillir alltaf hljóðfæri fyrir okkur hér í Lindakirkju, og dóttir hans flugfræðin mætt sjálf hér, Hanna, og ætla að leiða okkur í þessu lagi sem hann Sigurbjörn Þorkelsson gerði textan við. Stórkostlegt lag, Hann er. Hann býður út faminn sinn og friðinn
Eigum ekki að gefa henni gott klapp. Dásamlegt og svo gott þegar maður fattar þetta, hann alltaf hjá okkur. Það bara þannig. Náð sem með okkur öllum og friður frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Daginn þá hitti ég 5 ára gamla frænku mína sem hafði verið í sunnudagaskólum fyrir daginn. Og hún var með spurningu fyrir frænku sína, prestinn. Hún spurði, hvað þýðir eiginlega að hinir síðustu verða fyrstir og hinir fyrst verða síðastir? Þegar stórt spurt, ég stóð eiginlega bara á gati og hugsaði með mig hvernig á ég útskýra fyrir 5 ára. Og ég spurði, má ég hugsa þetta? Og svaraði seinna. Og það var alveg auðsótt, en svo bætti hún við. Hún hafði greinilega verið að hugsa þetta mikið. Hún sagði, kannski þýðir það að eins og mamma á afmæli fyrst í janúar og við síðust, hún og tvíburasysturnar og pabbi, í desember. Þá mamma fyrst, en þegar hún búin að eiga afmæli, þá við næst, þannig þá við orðin fyrst og þá hún orðin síðust, þá svo langt til hún afmæli aftur. Ég bara, það alveg gæti verið sko. Að mikið velt fyrir sér og mikið pælt þegar maður 5 ára. En þegar ég las Guðspjall dagsins þá rifjaðist upp fyrir mér að ég enn eftir að svara henni. Að Jesús hann kenndi mikið með því að segja dæmisögur. Og söguna verkamennina og vingarinn sagðan þegar Pétur, lærisveinn hans, spurði hvað þeir sem voru fyrstir til að fylgja Jesú fengju að launum hjá Guði. Og Jesús spyrjaði, líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingar sinn. Og ég get alveg ímyndað mér að þeir hafa stundum bara rangfolt augunum þegar hann byrjaði enn einni dæmisögunni sem þeir þurftu sjálfir að skilja og túlka í staðinn fyrir að hann segði þeim það bara beint, bara stutt og hnýtt með það. Ég ætla að tengja við það. En sko það sem mér finnst hins vegar svo skemmtilegt og kemur í rauninni alltaf jafn mikið á óvart þegar ég að lesa þessar sögur úr Biblíunni að við mannfólki við breytumst voðalega lítið og við hugsum í rauninni alveg eins og fólk hugsaði fyrir 2000 árum síðan. Ok, hugsið, þarna húsbóndi sem fer út snemma morguns og ræður verkamenn til að vinna í vingarunum sínum og hann semur við þá 1 denar í dagslaun sem voru held ég bara svona ágætslaun fyrir 1 dag. Svo fer hann aftur út og sér fleiri verkamenn og ræður þá og gerði þetta nokkur sinnum við daginn. Alveg þar til daginn var alveg að verða búinn, þá réðan þessa síðustu. Og svo í lok dags kallaði hann á verkstjórann, sagði honum að borga launin. En hann sagði, þú skal byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Af hverju ætli hann hafi gert það? En allavega, þeir sem höfðu verið ráðnir á síðustu stundu, eða 11. stundu eins og segir, þeir fengu hver sinn denar. Og þegar sem höfðu komið fyrst, sáu það, þá héldu hann að þeir fengu örugglega meira. Þeir voru búin að vera svo duglegir. En þeir fengu líka bara 1 denar. Og þeir tóku við honum og fóru að mögla við húsbónda sinn og sögðu, og ég tengi svo við þetta, þessi síðustu hafa unnið aðeins 1 stund og þú gerir það jafn á okkur höfum borið hita og þunga dagsins. Getum við ekki alveg sett okkur í þeirra spor? Þetta ekki sanngjarnt. Og það svo ríkt í okkur að bera okkur saman við, ef þeir hefði ekki séð þetta, þá hefði bara verið sáttir við sinn denar eins og var samið um. En þeir sá að hinn fengu líka sem gerðu svo lítið. Og það rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var yngri og við systkinum þurftum að taka til eða ganga frá eftir okkur. Og ég man það svo vel hvað mér fannst ósanngjarnt þegar mamma hrósaði okkur öllum því ég hafði gert mest. Þau eru reyndar yngri en ég, þannig að kannski ekki skrítið, en ég vildi samt að mamma vissi það. Ég gerði meira en þau.
Og mér fannst ég líka að skili meira hrós. Að því rétt skal vera rétt. En höldum áfram með guðspjallið. Húsbóndinn sagði svo við einn verkamenn: vinur, ekki geri ég þér rangt til. Sömdum við ekki um 1 denar. Taktu þitt og farðu leiða þinnar. Svo heldur hann áfram segir: ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég er góðgjarn? Sérðu ofsjónum yfir því að ég er góðgjarn? Gerum við það? Og þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Sko, laun himinsins eru þau sömu fyrir okkur öll. Það skiptir ekki máli hvort við höfum verið svo lánsöm að hafa gengið lengi með Guði eða hvort við komumst til trúar á 11. stundu, hvort við höfum gengið beinubrautina alla tíð eða gengið eftir skrykkjóttum vegi og jafnvel vilstafleið. Sko, ég veit ekkert hvernig þið hugsið þetta, en þetta hefur breyst mikið hjá mér svona í gegnum tíðina. Ég hef farið fram og tilbaka með þetta. Og þegar ég var yngri, þá þjáðist ég bara að þeirri hugsanavillu að ég gæti örugglega ekki frelsast eða tilheyrt einhverju kirkju af því mér fannst ég bara ekki vera nógu góð. Það er að segja þegar ég bar mig saman við kirkjufólkið af því ég hélt að þau hefði aldrei gert neitt af sér. En það er auðvitað ekki þannig. Og eins og Jesús segir okkur með dæmisögunni góða hirðin, að þá fagnar Guð yfir hverjum villurafandi sauði sem snýr aftur heim. Og það er svo gott að vita það, að þá bara haldin veisla. Því að náð Guðs, fyrirgefning og kærleikur er fyrir okkur öll. Það fær enginn 1/4 af náðinni. Það er ekki svoleiðis. Við erum öll elsku Guðs börn og við þurfum ekki að metast. Dýr sé Guði föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Og þá ætlar hún Áslaug og kórinn að syngja lagið mitt, eða ekki? Má ekki segja það? Ég samdi það samt ekki.
sagði lagið mitt, en þetta eftir hann Áslaugu Helgu. En ég hef haldið svo mikið upp á þetta ljóð í yfir 20 ár og þegar ég kynntist henni Áslaugu fyrir 12-13, ég veit ekki, árum hérna í Lindakirkju, þá bað ég hann að semja lag við þetta ljóð. Svo kom það, svo gleymdi því og svo kom það bara einn daginn fyrir nokkrum árum, eða ekki? Svona fallegt líka. Heyrðu, nú komið að bænastund, eða ekki? Já, og þá höfum við þann háttin á að við bara eigum stund með Guði og berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn. Og svo vil ég líka benda á bænaaltari sem á kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufin á altarinu. Og það beðið fyrir öllum bænarefnum á hverjum 50. morgni. Og meðan ætla kórinn að syngja ljúfan sálm. Öllu illu hann rifur burt.
biðjum þig Drottinn, heyr bænir okkar og frels okkur frá öllum syndum okkar, þínu nafni til dýrðar. Og takk fyrir að við erum öll jöfn frammi fyrir þér. Og við biðjum líka fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju og fyrir þeim bænarefnum sem hvíla á okkur hverju einu. Við biðjum fyrir þeim sem að glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn, dýrðin, að eilífu. Amen. Þá fer að líða að lokum hjá okkur. Þið sem hefur auðvelt með mig rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Svo megið alveg til ykkur aftur og við fáum síðasta lagið.
Geggjað. Heyri, takk kærlega fyrir kvöldið og fyrir komuna og ég kveð ykkur eins og venjulega. Förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það.